morning. Það kannski að draga frá klukkan er orðin 3 eða 2 held ég. Það er búið að vera svo kalt inni hjá okkur og við þurfum bara að hafa dregið fyrir svo við blokkum eitthvað smá af kuldanum. En ég ætla að draga frá núna því að ofnarnir virðast vera að hitna, finally. Stulli fór í eitthvað mission í gær að hita ofnarna. Ó, hann er hlýr. En, velkomin í nýtt vlog, við skulum byrja þar kannski. Ég er á leiðinni í ræktina og svo að sækja pakka á pósthúsið. Ég á afmæli á morgun, 25 years old. Ég er ennþá með frunsuna sem ég held að hafa verið komin í síðasta vlogi. Það er sjálfur mér að kenna því ég er alltaf að kroppa hana. But it is what it is. Ég ætla að skella mér í ræktina núna. Taka smá lower body held ég. Og já, svo ætla ég alltaf að sækja pakka. Planið var að þetta vlog yrði bara afmælisvlog en ég ákvað að byrja í dag af því að ég ætla að sækja jólakassan niður og eitthvað svona. Gera fínt heima. Af því að ég er búin að gera alveg frá því að fluttum út að mér finnst það rosa gaman að vakna á afmælinu mínu og jólaskrautið er komið upp. Þannig að that's the plan today. Þetta er aldeilis outfit sem ég er að skarta hérna. Það er svo kalt úti að ég þarf að fara í sweatpants hérna undir. Looking good og svona geggja fínar leðurhanskar. Ég er mikill talsmaður Vinted. Þeir sem búa heima á Íslandi vita kannski ekki hvað Vinted er, en þetta er svona second hand app. Þú veist, ég er búin að selja fullt af fötum og kaupa slatta á dótið þarna líka. Mér vantaði nýja hlaupaskó og þetta er ekki alveg tími árs sem að fer í það að kaupa sér nýja hlaupaskó af því það er komið vetur. Þannig að ég var búin að ákveða að fá mér næst on hlaupaskó aftur af því að bara mér langar að pröfa eitthvað nýtt, en ég ákvað að kaupa aðra hoka bara því ég veit mér finnst þeir góðir, ég veit í hvað stærð ég er og fann eina á Vinted sem voru glænýir. Þetta er ekki beint liturinn sem ég langaði í en hann er samt mjög sætur, þannig að þetta sleppur. Ok, vá. Hann er miklu bleikar en ég hélt. Hvernig er ég að sýna hvort það betur? Svona. Svona. Wow. Þeir eru glænýir og ég fekk þá á 10.000 kall, takk fyrir mig. Ég á bókstaflega ekkert hlaupadót í stíl við þetta. Þannig að ég verð bara mjög neutral á hlaupunum og svo bara sjáu þið hérna BAM á fótunum á mér. Mjög mikilvægt að skrá nýju skóna í... Vó, þetta tók sinn tíma. Skrá nýju skóna í Strava og ég var ekki með neitt nickname á hvítu skóna þannig að þeir hétu bara Bondi 8 hvítu. Bondi, veit ekki ennþá hvað maður segir. En ég hef ákveðið að nýju skónir fái nicknameið Laxinn. Gömlu voru Sasu af því þeir myndu mig svo á Sasu í Var það ekki Lion King? Sasu? Jú. Þannig að Laxinn er mættur í Strava. Ok, ég var komin í geymslu að ná í jóladótið og hversu típist að jólakassinn sé þarna. Ég þarf að taka hérna allt þetta af sjálf og þetta er svo þungt. Jólasokkarnir mínir eru ekki glaðir með þetta. Yay! I got it. Það var síðan bara minnsta mál í heimi.
Ef einhver kemur inn í lyftuna núna, ég mun skammast mín sko harkalega. Sokkarnir. Kostali águrinn heldur kissaði beint á túna. Innveitt heldur þegar hann dúkkaði svo upp með slutuna. Nú ég veit svo sem stendur við sín okkur. Heyrðu það, Tóti? Ég ætla... Planið var að fara til hlaupa en það afmælis gym í staðinn því það -1000 gráður úti. Tókum virkilega góða upper body. Ertu cooked? Heldur að sé ekki byrja að snjóa? Það byrja að snjóa! Það var eina sem ég vildi í afmælisgjöf. Smá snjó. Svo hefur þá fólk sem misánægt með þetta? Íslast. Það er ok. Hérna, jæja, við erum komin heim úr gym. Mega næs æfing, en við erum bæði sko cooked í höndunum. Ég gerði einhvern tímann daginn próteinpönnukökur og kotasælu og eitthvað. Þannig að mér datt í hug að sýna ykkur hvernig ég gera það af því að ég á afmæli og þá eru pönnukökur as usual. Ok, þetta er mögulega skakkasti rammi ever. En við ætlum að byrja á 40 grömmum af höfrum. Þetta fyrir allt út allt. Þann. Það verður að hafa það. Við byrjum á að setja þetta í Nutribulletin til að gera hafrana að hveiti í rauninni. Ég misti smá eggið. Já. Houston, we have a problem. Það gæti verið mjög heimskuleg hugmynd. En koma svo. Nei! I made it worse. Já. Já, takk. Nei, ég þurrka þetta bara upp. Það er smá post-workout brunch á liðið. Og of course, halda áfram með Atlantis frá því í gær. Jæja, Steli, take it away. Við ætlum að taka þessa. Jöp. Það verður að sýna hvað við tókum ekki. Við ætlum ekki að taka þessa. Við lítum smá út eins og Andri Svönd gókur á framan. Á fæti, en það eru mjög fínir skór fyrir suma. Já, við henda mér bara ekki. En þessir held ég eru bara... Þetta er skvísilúki sem við erum going for. Neglar, sko. Stulli heimtaði lægri hæl svo ég gæti verið í þessu niður bæ. Svona, tekið heila bæjarferð bara. Enginn að kvarta. Staðið í lappirnar. Ok, við erum búin í Lulu og Vagabond. Og Stulli farin í skólan, þannig að ég ætla að kíkja í eina uppáhaldsbúðina mína í Söder. Kaupum bolla og svo ætla ég bara að fara heim í eitthvað kósí held ég. Þetta var sem máli. Held ég takið þennan. Svona meira neutral af því við hefum svo marga liti orðið. Jæja, komin aftur heim og ég er enn bara að ná kjarnahita. Það er svo kalt út í dag. En ég fekk snjó. Sko, er ég ekki í fókus? Nei. Sko, ég er búin að vera að senda á fjölskylduna mína í Hrísey núna í svona viku. On og off. Herri, voðalega er þetta eitthvað erfitt. Ok, ég skil ekki alveg hver er gangi með fókusinn á myndavélinni, en hvað var ég að segja? Já, með snjóinn.
Ég er búin að vera að senda gett mikið á fjölskylduna mína heima í Hrísey, hvað ég er öfundsjúk út í snjóinn. Og svörin eru basically bara, herru, þú mátt bara eiga þennan snjó, gjör svo vel. En það byrjaði að snjóa á það, á leiðinni heim á rektinni. Og ég bókstaflega bara, ég brosti sko allan hringinn. Þetta var snjókoma samt í svona 20 mínútur. Þannig að snjórinn festist ekki en ég er þakklát fyrir hvert kott. Það er alveg komin tíma á snjó, finnst mér. Við fórum í smá bæjarferð að versla afmælisgjafir. Svona er þetta svolítið þegar maður býr ekki heima og það er ekki hægt endilega að kaupa afmælisgjöf fyrir mann frá nánustu. Sko, Stilli fór með mig í smá svona shopping spree í Lululemon. Hann keypti handa mér í gær æfingabuxur sem eru ótrúlega fínar en við þurftum að fara að skipta þeim af því að þær voru aðeins svo stórar. Þannig að við fórum í Lulu. Lululemon er bara mitt allra uppáhaldsmerki. Nærbuxurnar á Stilla. Þær eru ekki með. Ok, first of all eru það þessar Wundertrain buxur og þær eru svona dökkbrúnar. Þessi litur heitir Espresso. Þannig að geggja spennt að nota þessar. Svo vildi Stilla að ég myndi velja mér einhvern topp líka, þannig ég valdi þennan. Hann lítur út frá blár hér, en ég myndi samt segja að hann væri aðeins meira kannski fjólublár. Geggja fín, þannig að ég fer þessu í gymmið á morgun. Næst á dagskrá. Vagabond er mitt allra uppáhalds skómerki. Ég á sem sagt mest bara hæla frá Jódís og þeir eru svolítið háir, þannig að alltaf þegar við förum eitthvað út og ég fer í þeim, þá enda ég á að kvarta. Þannig að mér vantaði og ég búið að vanta svo ógeðslega lengi en bara aldrei tímt að fá mér skó sem eru með lægri hæl en samt bara svona klassískir. Ég fékk pening í afmælisgjöf og ákvað að það væri komin tími á þessa. Og Vagabond skór eru á svo góðu verði. Svo góðu verði. Þessir kostuðu 20. Ég held ég sé ekki að ljúga. 20, 22 kannski. En þeir eru, það er svo smá saumur hérna framan á. Sem er geggja fín. Og svo er bara, þú veist, lágur hæll. Stulli var einstaklega glaður með þetta. Og ég auðvitað líka. En nú erum við fyrir bæjarferð þar sem ég er ekki bara í hverju einasta skrifi. Þannig að já, þetta var það sem við vorum að gera niður í bæ. Og nú er Stulli í skólanum og ég er bara eitthvað svona heima í kósí að svetra á einni Coke Zero, svona miðjan dag. Það má allt heima á afmæli. Stulli er að klára í skólanum, vonandi bráðum. Og ef hann verður búinn 5-leytið þá ætlum við að skella okkur bara í vínglas einhvers staðar. Annars bara kemur hann heim og við ætlum að elda naut og bernes upp á allsmatum minn í kvöld. Og ætlum að klára Atlantis í jólanáttfötum og horfa á Yellowstone. Þannig að þetta er mjög basic kvöld en bara all I need. Við fórum út að borða á útskriftinu minni. Þannig ég hreinlega nenni ekki út að borða aftur. En já, sjáum hvað dagurinn ber í skaut sér. Og by the way, klukkan er 4 og það er kolniða myrkur úti. Og það var orðið dimmt þegar ég kom heim klukkan korter yfir 3. Snjórinn kom aftur og nú er ég byrjað að kvarta undan veðrinu. En það er að því ég bað ekki mynd, bara snjó. Og þetta er mjög íslenskt veður. En ég er að fara að hitta Stilla á vínbar í 1-2 glös og svo ætlum við bara að elda heima í kvöld. Þetta er svo kalt, holy moly. What a timing. Bókstaflega sama tíma. Já.